Komið þið sæl og hjartanlega blessuð kæru gestir og eru velkomin hér á Extravöllin Fjölnir TV, bein útsending frá leik Fjölnis og Þróttar í Inkasso-deild karla. Það er mikið undir hér í dag en toppbaráttan hefur aldrei verið meira spennandi. Það eru, 3 ekki 4 lið sem að geta farið upp og þurfa Fjölnismenn sannarlega á sigri að halda hér. Okkar í þetta vanbúnaði ætlum að byrja að fara yfir byrjunarlið liðana og byrjum á liði gestanna. Númer 1 í markinu er Arnar Darri Pétursson. Númer 2 Sindri Skeving. Númer 4 Hreinn Ingi Örnólfsson sem jáfnframt fyrirliði liðsins. Númer 7 Davíð Bergsson. Númer 8 Aron Þórður Albertsson. Númer 9 Rafael Alexander Rómao Viktor. Númer 10 Rafn Andri Haraldsson. Númer 11 Jesper van der Heiden. Númer 17 Baldur Hannes Stefánsson. Númer 23 Guðmundur Friðriksson. Númer 24 Dagur Austmann Hilmarsson. Og varamenn liðsins eru Sveinn Óli, Arian Ari, Lárus Björn, Róbert Hauksson, Ólafur Heiðarsson, Artjens Numkú og Bjarni Linnet Runólfsson. Og þjálfari Þróttar í dag er Þórhallur Sigurgeirsson og honum til aðstoðar er Halldór Geir Heiðarsson. Og þá er það lið heimamanna í Fjölni. Fáum það hér upp á skjáinn. Númer 12 í markinu Atli Gunnar Guðmundsson. Númer 4 Sigurpáll Merberg Pálsson. Númer 5 Bergsveinn Ólafsson sem er frá fyrirliði liðsins. Númer 7 Ingibjörgur Kort Sigurðsson. Númer 8 Arnór Breki Ástórsson. Númer 9 Jón Gísli Ström. Númer 14 Albert Brynjar Ingarsson. Númer 16 er Orri Þórhallsson. Númer 28 Hans Viktor Guðmundsson. Númer 29 Guðmundur Karl Guðmundsson. Númer 31 Jóhann Árni Gunnarsson. Og varamenn Fjölnis hér í dag eru Steinar Örn Gunnarsson, Viktor Andri Hafþórsson, Hallvarður Óskar Sigurðarson, Anton Freyr Ársælsson, Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson, Einar Örn Harðarsson og Kristoffer Óskar Óskarsson. Þjálfari Fjölnis er Ásmundur Arnarsson og honum til aðstoðar í dag Gunnar Már Guðmundsson og Gunnar Sigurðsson. Dómari leiksins hér í dag er Guðmundur Ársæll Guðmundsson, honum til aðstoðar er Birkir Sigurðsson og Helgi Sigurðsson. Og eftirliðsmaður í dag er Eyjólfur Ólafsson. Á kennan dómarinn hvort að bæði lið séu klár. Hér eru allir klárir og leikurinn er farinn af stað. Og það eru gestirnir í Þrótt sem byrja með boltann. Virkjar flott þarna Ingibjörg í kort að ná þessum bolta. Það er Inga sem að gestirnir fá. Það var nú, spáð rigningu hér síðar í kvöld en hún ætlar ekki að láta sjá sig þannig. Hvetjum sjálfsögðu alla sem er að horfa að tökka á að kíkja á hún leik. Ég lofa ykkur fjörugum leik í dag. Fjölnismenn hafa ekki unnið leik síðan í lok júlí fyrirgeði þegar unnu Magna á Grenivík. Síðast þegar þessi lið mættust hér í sumar, þá var það á Þróttaravellinum. Fár sá leikur 0-1 Fjölni vil. Þar undan mættust liðin 2016, þá var hann Fjölnir 2-0 og 0-5. Það er nú frekar lítið að marka það allt saman, það sem að nokkur ár eru liðin og leikmannahópar liðanna frekar mikið breyttir að því til. Mikið ungum leikmönnum komnir inn hér í bæði liðin. Nú, aldur forseti leiksins er Albert Brynjar Ingarsson í Fjölni, aldur 1986.
En yngsti leikmaðurinn inn á vellinum akkurat núna er Baldur Hannes Stefánsson í Þrótti, fæddur 2002. Þarna átti Jón Gísli Ström skot sem fór yfir og þá gestirnir markspyrnu. Nú eru tveir aðrir leikir í Inkasso-deildinni í kvöld. Það eru Fram og Víkingur Ólafsvík og Leiknir Haukar. En já, eins og staðan í deildinni er fyrir leikinn í dag eru Fjölnir á toppnum með 35 stig, Grótta fylgja fast á eftir með 34 stig, Þór 33 og Leiknir 30. Þannig að Fjölnismenn, já, það er að duga að drepast fyrir það og ætli þeir sér upp í Pepsi Max-deildina og deild þeirra bestu á næsta ári, þá verða þeir einfaldlega bara að vinna þennan leik. Því er ekki að treysta á hálfgerða heppni að hinn liðin í kring tapi eða geri jafntefli líka. Hér var Rafn Andri með fína hugsun en þessi bolti aftur fyrir markið. Nú á upphaflegu leikskýrslunni þá átti nú Steinar Örn Gunnarsson að byrja í markinu af Fjölni en það virðist hafa verið breytt á síðustu stundu og stendur Atli á milli stanganna eins og hann hefur gert í flestum ef ekki öllum leikjunum hér í sumar. Hér koma Fjölnismenn, Guðmundur Karl fær boltann hér aftur nær til hans og ekki Hansi heldur, hann hleypur aftur boltanum og hvað gerir hann? Hansi fyrir ekki, þetta var Orri Þórhallsson. Þannig í bullinu hérna en Þróttarar hægja bara á og svo spila hann mér tilbaka. Sýnist Hansi nú bara að vera mættur í miðvörðinn. Eins og hann var, já, allt síðust tímabil. Hann farður yfir á miðjuna en það er nýst ekki lengur. Nýst ekki að ná að standa svona over þar eða Fjölnismenn vilja efla vörnin eitthvað. Það kemur Albert með Ingibjörgu Ström með sér. Sendir hann hér og skotið hjá Orra Þórhallssoni framhjá. Fínasta hugsun þarna en boltinn endar aftur fyrir markið og Arnar Darri hann með Guðmundur Karl. Hvað gerir Guðmundur Karli? Sendir hann fyrir það Albert Brynjar Ingason. Arnar dettur í markinu og þetta er mark! Fjölnismenn að komast hér yfir á 5. mínútu. Glæsilegt! Frábær samspil þarna, Gummi Kalli náði að senda hann Albert og Arnar Darri Pétursson í marki Þróttara fjall einfaldlega bara við í markinu og var ekki tilbúinn þegar að boltinn kom. Fjölnir 1, Þróttur 0 eftir, 5 mínútna leik, rúmlega það. En það er hins vegar 85 mínútur eftir þessu leik og getur allt gerst. En sjálfsögum vonum við að Fjölnismenn klári leikinn bara sem fyrst. 3 stig í Vogin eru skilyrði hér þetta á ekkert annað. Já. Guðmundur Ársæll eitthvað að reka eftir Strömvélinni þarna og eitthvað lengi að skokka tilbaka. En Þróttarar eru mættir strax og Ingibjörg kort pressa hér á þá. Fólk er ennþá að tínast hér á völlinn og stúkan er farin að verða, nokkuð þéttsetin. Alltaf gaman þegar við sjáum fullt af fólki á vellinum. Hér koma Fjölnismenn aftur, það var Albert.
Hvað gerir Sigurpáll? Sendur hann tilbaka á Gummakalla. Þarna liggur Rafael eftir. Fjölnismenn sparka honum bara hér á milli sín. Rafael staðan upp og vonandi sé allt í lagi með hann. Gífurlega mikilvægt að ná að skora snemma. En ég segi að nú eftir leiknum getur allt gerst. Það er ekki nóg að gleyma að tapa sér einhverju gleði þarna og ætla að hætta bara. Herðu, þarna verður allt brjálað. Daði Bergsson fellur hér við og ýtir við Bagga. En Baggi er ekkert að láta það trufla sig og leikurinn heldur bara áfram. Daði fær hér tiltal frá Guðmundi Ársæli, dómara. Segir að svona lagað gangi hér upp. Menn hann bara að spila fótbolta á völlunum, það getur verið eitthvað að berjast. Ingast hér sem gestina fá. Boltinn út af og fá Fjölnismenn ingasti. Hvaða núna? Hrafn Andri Haraldsson eitthvað ósáttur þarna og Guðmundur Ársæll gefur honum dyrtal. Liðið Þróttur heyrist hér í stúkunni. Það nú 2-3 leiki hjá Þrótturinum í sumar. Það er svona alltaf eitt sem að kallar liði og það tekur stúkan vissur að kalla Þróttur á móti. En lítið annað heyrist nú í stuðningsmönnum Þróttara svona almennt á leiki manna en það. En hér koma Þróttarar. Gummi Kalli reynir hér að tækla niður en það tekst ekki virkilega frá spilin. Þarna er Sigurpáll Melberg mættur og kemur þessu, ekkert alltaf langt í burtu. Virkilega flott hlaup hérna hjá Straumarunum, en Þróttarar sjá við þessu. Straumar í tættur og ætlar að ná boltanum hér bara af honum. Virkilega mikill kraftur, hann er greinilega mættur í hennar leik til þess að sýna sig. En það er mikið að búast af honum þegar hann kom til Fjölnis hér í sumar. Og þá, hvað gerist í húf? Jón Gísli Straum nálægt því að skora, en setur boltann þarna bara framhjá. Klukkan hérna hjá mér frosin og eins gott að fara að laga það. Það er svona að maður er einnig hérna útsendingarstjóri og að lýsa, það getur ýmislegt líka, en látum það nú ekki stoppa okkur. Þarna er klukkan komin í gang. Fjölnir er að pressa virkilega hátt á og þeir eru hraðir og grimmir í boltann. Virkilega vel gert hann hjá Gumma Kalla með 3 menn í sig en það fær dæmda aukaspyrnu. Og Rafael að reyna að pirra hann eitthvað. Dómarinn segir hann bara að færa sig frá. Ætti að vera fyrir spyrnunu, það er stranglega bannað.
En þá komið Fjölnismenn Hans Viktors með mannþanna í sér. Virkilega flott sending hér yfir að Sigurbóla Mergum. Hann kemur hún fyrir og það beint í hendunar á Arnari Darra. Fín hugsun, Fjölnismenn náði ekki boltann, hér er Gummi Kalli kominn. Hann... Já! Fjölnismenn komnir í 2-0! Guðmundur Karl Guðmundsson með geggjaða sendingu yfir og Albert Brynjar Ingason. Og Fjölnismenn eru komnir í 2-0 hér eftir 12 mínútur á extra vellinum. Gleðin er bara rétt að byrja. Ég hvet alla til að kíkja hér á völlinn. Það verður markaveisla. Ég lofa því að Fjölnismenn er ekkert að fara að hætta hér í dag. Virkilega vel gert. Guðmundur Karl búinn að leggja bæði mörkin upp og Albert búinn að skora það bæði. Þetta stefnir allt í geggjaðan leik. Fjölnismenn eru staðnir á því að komast upp og þá verður líka að vinna fyrir því. Það er ekki nú bara að mæta völlinn, það er líka að láta verkin tala. En eins og sagði hér fyrir, það er nóg eftir og getur allt gerst. Albert kominn í 8 mörk fyrir Fjölni á þessu tímabili í innkastdeildinni. Virkilega, já, gott að fengi hann. Fengum hann frá Fylki fyrir tímabilið. Hættuleg sending, Beggi kemur hún þó á Sigurpól en já, reyndi allan en boltinn endaði út af. Fínasta pressað þarna. Já, Aroni Þórði. Og gestin er fljótur að taka innkastið. Kemur fyrirgefinn og Atli í engum vandræðum með að grípa þennan bolta. Markspyrna hér sem gestirnir fá og Arnar sparkar þessum bolta yfir miðjuna og Rafael skallar hann en Söðuboll nær boltanum svo sendar hann tilbaka á Atla. Nú vinni Fjölnir hér í dag erum við komin upp í 38 stig. En það eitt og sér nú ekkert að fara að tryggja okkur sæti upp í Pepsi þannig að það er nú að leikjum eftir sem að þarf að hugsa líka. Aukaspyrna hérna sem að Fjölnismenn fá. Rafael virðist vera eitthvað duglegur að pirra Bagga. Þá var Hansi rennir hér sendingu yfir Ingiberg kort en boltinn fer bara út af. Nú
Þessi leikur sem og allir aðrir leikir eru teknir upp á glæsilega Sony upptökuvél frá Origo. Þökkum við þeim Origo-mönnum kærlega fyrir hana. Völlurinn var, vökvaður alveg bara þangað til að leikmenn löbbuðu hér inn á. Það mætti að vera aðeins smá bleyta í honum og þetta var alveg búist við, hröðum leik. Hér nær Albert boltanum. Bíður þeirra menn komin í teiginn og þarna kemur strömmvélin og skýtur þessum rétt framhjá. Það er fínasta tilraun hjá honum. Hér vilja gestirnir fá rangstöðu og fá hana. Albert var hérna verið innan aðeins að fljótur á boltanum. En Arnar Darri var þó komin út úr markinu og hefði eflaust náð að verja þetta. Vítaspyrna er nú víst bara dæmd. Áttaði mig ekki alveg á því hvað var að gerast þarna. Jú, ég sé það hérna núna. Á leiðinni í... Þarna er Bergsveinn Ólason að skalla boltann inn að koma Fjölni í 3-0! Það er allt að gerast hér á extravellinum. Fjölnismenn eru komnir í 3-0 eftir 18 mínútna leik. Þetta sjálfsögðu að ganga frá þessum Þrótturum. Ég var varla búinn að sleppa orðinu þegar þetta mark kom. Albert Brynjar var dæmdur rangstæður en rétt áður var brotið á Orra Þórhallssyni og dómarinn beitti hagnaðarreglunni og fengu Fjölnismenn aukaspyrnu. Aukaspyrnan kom og sjálfur Bergsveinn Ólason fyrirliði Fjölnis stangaði þennan bolta inn í netið rétt framhjá Arnari Darra Pétursssyni. Það var nú ekkert eitthvað sérstaklega fastur skalli en það telur þó. Það verður heldur betur erfitt fyrir Þróttarunum hér að gera eitthvað í dag í stöðunni 3-0 eftir 20 mínútur. En hér er með fyrirgjöfin boltinn þvert yfir. Sigurpáll hleypur eftir þessum bolta, kemur honum á, reynir sendingu á Strum en Dagur Austmann nær þessum bolta. Virkilega flott barátta hjá Jón Gísla Ström hér í dag. Þarna rennir þessi bæki fram hjá boltanum og Daði Bergsson reynir sendingur inn fyrir en það er engin Þróttur mættur. Gummi Kalli kemur þessu fram yfir á Albert. Ég er búinn að fara eða sjá alla leiki hjá Fjölni í sumar og þetta er einn af bestu leikjunum hjá liðinu. Allt annað heldur en 2-3 síðustu leikir, kominn almennilegur hraði og svona í lið eins og við viljum sjá það. Grimmd barátta og Gredda á boltann, Gredda á að skora mörk og Gredda á að komast upp í deild þeirra bestu á næsta ári. Með mannskapinn ættum við bara sjálfsögðu að eiga að sæta þangað upp en það snýst allt hvað gerist svo þegar við komum á völlinn, í hvernig dagsformi menn eru og hvernig þeir eru stemdir í leikinn. Hvort þeir ná að vera grimmari heldur en andstæðingurinn. Hvað gerist hér? Albert með boltann. Reynir hér sendingu yfir á Jóhann Árna en það tekst ekki og gesturinn ná boltanum. Sigurpáll hér í baráttunni við Aron Þórð og tekur hann hér niður. Aukaspyrna sem gesturinn fá.
Fjölnismenn eru afar þéttir hér í dag og voru fljótir að skila sér aftur í stöður. Tuttugu og þrjár mínútur liðnar hér af leiknum í dag. Þarna skallar Hreinn Ingi Örnólfsson fyrirliði Þróttar boltann bara út af. Fá Fjölnismenn innkast. Þetta er ansi kærkomin staða sem að Fjölnismenn eru í akkúrat núna. Eftir að fengi heldur betur á baukinn 4-1 í Ólafsvík. Steinlágu þar fyrir Ólsurum. Og það er verið staðráðnir í því að hefna sín hér í dag. En leikurinn er nú ekki búinn. Það er nóg eftir og getur svo sem allt gerst. Hún er búin að gera 3 jafntefli þar á undan og já, unnum síðast leik 27. júlí. Hornspyrna sem Fjölnismenn fá. Það er bara allir menn inn í teig. Ætlum að bæta fleiri mörkum við. Jóhann Árni Gunnarsson tekur hér þessa hornspyrnu. Kemur boltana fyrir og hvað? Þetta er mark! 4-0! 4-0 hjá Fjölni eftir 25 mínútur. Mér sýndist í fljótu bragði að þetta hafi verið sjálfsmark. Sá það ekki alveg nógu vel, sýndist það hafa verið sjálfsmark. Jú. Sýndist það hafi verið Rafael Alexandre Romao Viktor sem hafa skallað hana bolta inn. Ef sjón mín er ekki að plata mig. En Fjölnir 4, Þróttur 0. Ef þið viljið sjá mörkin, hvet ég ykkur öll til þess að kíkja hér á extra völlinn. Já, Orri Þórðarson, það er þú vataþylurinn. Hann hefði náð boltanum inn. Þannig að var það Fjölnismaður eftir allt saman sem skoraði þetta mark. Orri fæddur 2001. Uppalinn Fjölnismaður. Þá koma gestirnir, en Sigurpáll gerir virkilega vel hér og lokar þessu markspyrna sem að Fjölnismenn fá. Sólin farin að skína hér á Extravöllinn. Það er alltaf rúm og blíð á Extravellinum, saman hvernig viðrar. Þarna vilja Fjölnismenn fá brot en ekkert dæmt.
Næsti leikur Fjölnis er 8. september. Þá kíkjum við norður og tökum á Þór. Kíkjum í heimsókn á þá. Sá leikur var sýndur í beinni á Stöð 2 Sport. Þannig að Fjölnismenn ættu að geta horft á hann. Svo er heimaleikur 14. september móti Leikni. En það er klárlega skildur sigur á Þór. Þetta gæti jafnvel verið leikurinn það hvort liðið kemst upp. Þannig að þið er ekkert að gefa eftir þar. Hér liggur Jón Gísli Ström eftir. Það staðan á fætur ekki verið neitt alvarlegt en það sýndist að Sindri Skefin hefði bara stappað á fætinum á honum. En hann er staðan á fætur eins og nýr maður. Fjölnismenn fá hér aukaspyrnu, fáið annað eins mark eins og áðan. Hér kemur spyrnan og hvað? Albert skallar hann bara út af og markspyrna. Guðmundur Ársæll dómari ekki neinum vafa þarna. Ingibergur stoppaður þarna. Þetta var aðeins of auðvelt fyrir Bald. Nei, þetta var Baldur, þetta var Rafn Andri. Það stoppaði þarna og þarna missir Rafael bara af boltanum og hættir. Þeir virðist ekkert vera eitthvað að reyna mikið að skora allan þessa stundina. Spurning hvort þeir bara að fá ekki fleiri mörk á sig. Þarna var þó Rafael, Alexandre, Róma og Viktor. Strákur fæddur 96 nálægt því að skora. Atli skutlaði sér eftir boltanum og náði honum ekki nógu vel í fyrsta tilraun en hann sem að þó. Ára Jóhann Árni með Jesper í sér. Virkilega flott hérna. Kemur boltinn á Albert en gestirnir koma þessu frá þó sitt á stund. Gummi Kalli. Þetta er Rafael lagt af stað með sínum mönnum. Þarna fellur Hansi bara við. Ég hélt hann ætlaði bara alla leið þarna. En hornspyrna sem gestirnir fá. Það kemur boltinn fyrir og hvað gerist? Beggi skallar þennan bolta í burtu. Albert nær honum. Kemur honum hér fram. Virkilega vel gert. Ingibergur Korti lagður af stað. Reynir að strauja niður með. Þarna fellur Þróttarinn niður. Hvað gerir Ingibergur Korti? Ég held að þessi var inni. Jón Gísli Ström með skotið framhjá var í lykil stöðu þarna. Ingibergur Kort Sigurðsson búinn að spretta upp allan völlinn. Náði að koma boltanum framhjá Arnari Darra og eins sem að Jón Gísli Ström var að gera var að pota honum inn í markið en þessi bolti framhjá. Þetta komist í 5-0 þarna. Fjölnismenn.
Virkilega flott uppspil. Já, komið fylgismenn. Albert yfir á Orra sem tekinn niður. Sigurpáll tekur spyrnuna hratt. Sendir yfir á Hansa. En Hansi skýtur hann bara út af í innkast fyrir gestina. Daði Bergsson mætir þarna nýbúinn að reima skóna. En Gummi Kalli bara stjaka við hann og fellur hann niður og Beggi nær boltanum. Sendir hér yfir á Albert og hann dæmdur rangur. Ekki viss að það hafi endilega verið rétt allavega frá þessu sjónarhorni. En við treystum línuvörðunum sjálfsögðu 100% fyrir þessu. Hann með meira prófið í línuvarðarstarfinu. Vona allavega. Sendir hér inn fyrir á Rafael. Hann hefði alveg sitt að setja þennan bolt á markið og hefði eflaust endað inni en bolti framhjá. Þróttarar að reyna hvað þeir geta til þess að finna hann. Þeir eru ná að koma einhver inn en Fjölnismenn hafa ná að loka nokkuð vel á hann og fyrir kannski utan þetta skot sem að vil geta endað í markinu. Kemur Atli, sendir þennan bolta á Orra sem að skallar hann. Albert. Koma Þróttararnir, sendingin hér, já. Ratar ekki á hann og Sigurpáll kemst inn að bolta. Gummi Kalli, virkilega vel gert, kemst því framhjá honum. Rafael, já, reynir að tækla hann niður en kemst ekki eins og í Gumma. Alltof snöggur fyrir hann. Strömvilin býður hér boltann á hægri kantinum. Með flugbyrðana fyrir sig. Beggi sér hann, nei, sendir hann á Albert. Albert yfir á Sigurpál Melberg og Strömdæmdur rángstæður. Kolröng ákvörðun verð ég að segja. Það er búinn að biðja nokkur sinnum boltann að það Jón Gísli Ström. Virðist það þó verið fyrir innan loksins þegar hann fékk hann. Þrjátíu og sjö mínútur liðnar hér af leiknum. Þegar að gestirnir fá innkast upp við hornfánann. Daði kemur þessu tilbaka og Hansi kemur þessu frá. Hára Sindri kemur honum á Dal. Austmann sem kemur honum á Rafael. Beggi í bakinu á honum, pressar vel á honum. Hrindur honum svo bara og Guðmundur Ársæll segir honum að hætta þessu bulli.
Hann setjast hann í boltann en Rafael virðist vera sterkari og nær honum og hann sá það ennþá í bakinu en dæmd aukaspyrna á Hans Viktor. Jón Gísli með þessum bolta bara upp í loft. Úff, þarna er höfuðhögg og Guðmundur kallar strax á sjúkraþjálfara. Herðu, þarna var Aron brjálaður og hryndi bagga aftur. Þróttarar eru duglegir að ýta í menn hér inn á vellinum. Og Guðmundur Ársæll knúsar þarna Aron Þórð og kennir honum lexíu. En Jón Árni Gunnarsson er staðinn upp og vonandi allt í lagi með hann. Boltinn farinn hér út af. Innkast sem að Sindri Skeving tekur kemur honum hér yfir á Rafn. En Fjölnismenn ná boltanum. Gummi Kalli í baráttunni. Segapáll kemur honum á Orra. Þróttar hann á að komast inn í þessa sendingu en Hansi tímir þessum bara bolta lengst fram og Arnar Darri hleypur á eftir honum. Styttist í hálfleik 5 mínútur eftir hér af fyrri hálfleik. Þá koma gestirnir. Aron Þórður inn hér skoti en Beggi kemst inn í þennan bolta. Engin hætta þarna á ferðinni. Ja, lítil að minnsta kosti. Þarna á Jesper negli hliðinendið. Fjölnismenn meina ekki fara að hætta núna þó að séu komnir 4-0 yfir. Alltaf kostur að halda hreinu og hvað þá að bæta við fleiri mörkum. Fari svo að markadalan muni segja eitthvað til það hverjir komast upp í Pepsi Max 2020. Albert pressar þarna á Arnar en hann kemur þessum bolta bara út af innkast sem Fjölnismenn fá.
Með Straum sendir hún Sigurður Melberg sem Brynjar fyrirgjöfan en Þróttarar komu þessu út í innkast. Aðeins, já, lítið að gerast þennan síðustu mínúturnar rétt fyrir hálfleikinn. En hér kemur Ingibjörgu Kort. Já, ætlar hér einn gegn tímanum á Albert og Albert á Orra. En Hans Viktor gerir hvað? Hér er tækling. Arnór Breki tekur hana bara niður með sér. Hér var Fjölnismenn innkast. Segir Páll Melberg og hvað gerist hér? Já, flautar Guðmundur Ársæll til hálfleiks á extra vellinum. Hálfleikstölur hér í dag eru 4-0. Virkilega fjörugur leikur. Albert Brynjar með 2 mörk fyrst á 7. mínútu og svo á 13. Beggi bætir svo við 3. markinu á 19. mínútu og Orri Þórhallsson 4. markinu á fyrir 25. Og já, 4-0 hér í hálfleik. Við ætlum að taka okkur stutta pásu á meðan hálfleiknum varir. Korter eða svo, komum við hér aftur eftir það.
Jæja, komið sæl og marg blessuð, kæru áhorfendur. Í seinni hálfleik hér á Extravellinum. Sólin heldur betur farin að skína hér í Grafarvoginum. Fjölnismenn leiða 4-0 hér í hálfleik og er afar erfiður seinni hálfleikur í vændum fyrir gestina. En já, ef Fjölnismenn ná að skora 4 mörk í einum hálfleik þá ættu gestirnir alveg, já, möguleika á því líka. Nú, Rasmus Kristensen er ekki með í dag eins og flestir átti ekki eftir, hann er í einsleiksbanni en verður klár á móti Þór. Verður gífurlega mikilvægt að fá hann aftur inn í lið en það sem ekki búið að vera mikil þörf á honum hér í dag. Af að leikurinn farin hér í gang og Fjölnismenn strax mættir með boltann og lagðir af stað. Sending hér á Albert sem að gífurlega hraður og nær þessum bolta á sjálfsögðu. Kemur honum á Jóhann Árna sem sendir svo inn í og hvað? Arndari slæði þannig bolta í jörðina og nær loks. Hér komast Fjölnismenn í 5-0 eftir 47 mínútur. Allt að gerast hér á Extravellinum 5-0. Sigurpáll Melberg sýndist mér hafa átt þetta skot gegnum alla vörnina og inn. Fjölnismenn fengu þarna hornspyrnu rétt á undan og reyndi Albert Brynjar hjólhrættaspyrnu. Sigurpáll Melberg fekk boltann svo hér fyrir utan teig og skaut honum gegnum allan pakkann í markið. 5-0 fyrir Fjölni. Já, nú held ég sé nokkuð öruggt að segja að þessi leikur er unninn. Lítið sem að gestirnir geta gert úr þessu. Sigurpáll að ganga hér almennilega frá Þrótturum og sjálfsögðu fá allir menn á bekknum Karmelu að gömlum sið. Karmela fyrir hvert mark er bara, já,
orðið að trendi hér í Gráin búin að vera í nokkuð ár og við erum að fara að hætta því. Tím Ingeborg Kort sendir boltan hér yfir á Albert sem skilar honum á Orri Þórhallsson með fínasta skot þarna sem að Arnar Darri nær að verja. Fjölnismenn með gjörsamlega öll völdin hér á vellinum í dag. Búin að vera með, já, frá fyrstu mínútu. Nánast heldur bara alla leiki. Gestirnir hafa, já, haft lítil svör við uppleggi heimamanna hérna á þó Jesper fínasta skot sem, já, æfingabolti fyrir Atla Gunnar Guðmundsson í markinu hjá Fjölni. Og lítil hætta þarna færðum. Hansi tekur þessu bara rólega, kemur boltanum hér yfir á Bergsvein. Og Orri skilar þessum bolta aftur á Begga. Beggi yfir á Gummi Galla. Fínasta flikk þarna hjá Straumarnum en Dagur Austmann Hilmarsson kemur þessum bolta bara út af. Það er að Orri. Fínasta hugsun þannig bakmenn Jack að gera nú vel. Fjölnismenn fá þá innkasti. Nú, ég er svona aðeins átt með því að þetta er næst síðasti leikur, heimaleikur Fjölnis hér á þessu tímabili. Þannig að við höfum örugglega einn leik hér eftir allavega á Fjölni TV hjá strákunum. Stelpurnar eiga líka einn heimaleik eftir. Það er mynd á móti Þrótt 13. september.
en þær kíkja þó á Ásvelli á Hauka föstudaginn í næstu viku. Gummi Kalli sér við þessu, kemur boltanum á Albert, hann út á Ström hér á kantinum og Ström fyrir og Arnar Darri náður að slá í þennan bolta og ná gestirnir ekki að halda honum inn á. Já, þegar þessum leik lýkur að strákurinn 3 leiki eftir. Þór úti, Leiknir Reykjavík heima og Keflavík úti. Nú, morgun Keflavík Þór og nú sjálfsögðu að Keflvíkingar valti bara yfir Þórshafna þar. Magni Grótta svo á morgun. Sjálfsögðu höldum við með magnaði þeim leik. En það er nú bara þannig að ég vil sjá hvern einn og einn einasta Grafarvogsbúa á næsta heimaleik. Alla félagsmenn, sá leikur laugardaginn 14. september kl. 2 þegar við fáum Leikni í heimsókn og sjálfsögðu vilja líka allir Grafarvogsbúar koma hér 13. september þegar stelpurnar fá Þrótt í heimsókn. Þær eru jú í fallbaráttunni í innkastadeild kvenna, verða ná að halda sér uppi á meðan strákurinn hér eru í toppbaráttunni í innkastó karla og verða að komast upp. Hér það Jesper. Nær Arnar Breki að loka hann? Nei, Jesper kemst fram hjá honum og sendir boltann hér fyrir. Hans Viktor nær að skalla í hann og Jóhann Árni kemst í boltann með Guðmund í sér. Þá það Albert. Kemur þessum bolta á Arnar Breka. Gífurlega góður spyrnumaður og getur átt eitrar fyrirgjafir. Hér kemur ein slík. En þarna nær Jón Gísli Ström ekki til boltans. Hefði nú verið fínt að komast hann í 6-0. Aldrei nóg af mörkum. Þannig Arnór kemur honum á frekar slöpp sending þarna hjá honum Orra Þórhallssyni, enginn félagsmaður en eflaust fín hugsun. Þannig að Jóhann að vinna boltann kemur honum á Jón Gísla sem kemur honum á Albert. Albert út á kantinn á Sigurpál. Albert farin hér aftur og kemur boltanum fyrir en ekki nógu góð fyrirgjöf þarna. Og endar boltinn hér út af vingar sem gestinni bá. Þegar 33 mínútur eru eftir að leiknum. Fjölnismenn búin að vera með Rafael algjörlega í vasanum hér í dag. Það nú fyndið að hann myndi ná að skora svo núna.
Reynir er að komast fram hjá Hansa en það gengur nú ekki. Þetta fellur Daði Bergsson við en ekkert dæmt. Það var Aron. Þróttar spila henni bara tilbaka og Albert fljótur að pressa á þá. Virkilega vel gerð þarna hjá Ingibergi Kort að vinna boltann. Hann er lagður á stað, kemur boltanum yfir á Jóhann Árna. Hvað gerir Jóhann Árna? Kemur honum á Jón Gísla Ström. Sér Ingiberg Kort. Og kortarinn, já, reynir hér fyrirgjöf en virkilega vel gerst hjá Degi Austmann að komast inn í þessa fyrirgjöf. Bjarga því að Fjölnismenn myndu nú að skora 15 markið mögulega þarna. En hér er Jesper mættur á kantinum. Og Arnarbergi mætir honum. Og fyrirgjöfin en boltinn aftur fyrir markið. Lítil hætta þarna verðum og skipting sem að gestirnir gera. Fjölnismenn er einnig að undirbúa skiptingu en út af, já, Þrótti fer leikmaður númer 17, Baldur Hannes Stefánsson og inn á hans stað kemur leikmaður númer 25, Archie Nkumo. Og mér sýnist Hallvarður Óskar Sigurðsson vera að koma inn á hér fyrir Fjölni. Hér falla Orri og Aron við en dómarinn dæmir aukaspyrnu á Þrótt við litla hrifningu stuðningsmanna Þróttar hér í stúkunni. Áhorfendur hér á extra vellinum í dag eru 305 sem er algjör skandall. Verið að segja að Gráspor getur gert miklu betur en hér kemur loks skiptingin út af leikmann númer 7 Ingibergur Kort Sigurðsson og inn á í hans stað kemur Hallvarður Óskar Sigurðsson. Jón Gísli nær ekki að halda boltanum inn á þarna á innkast sem að Þróttar að fá. Kortarinn Ingibergur Kort var búinn að vera virkilega góður hér í dag. En fínt að gefa Hallvari tækifæri hérna á að spreyta sig. Boltinn út af innkast sem Fjölnismenn fá. Arnar Breki tekur það, kemur boltanum á Hansa. Kemur hann á Jóhann Árna. Söguboll tilbúinn í hlaupið en kemur boltann aftur tilbaka á Jóhann. Jóhann og Gumma Kalla. Fín sending þarna frá Gumma og Hallvarð. Fjölnismenn spila hún hér bara á milli sín og bíða þess að ná að komast hér í gegn. Það halda boltanum bara. Fínasta sending þarna, Orri nær boltanum en hann sé virkilega sterkur og neður að hrinsa þar sig frá. Albert heldur þessi bolta inn og hvað gerir hann? Nei, gestinni ná honum.
Virkilega vel gert hjá Albert þarna að vinna boltana fyrir nýjar 40 en gestirnir komast í þennan bolta. Gummi Kalli mættur á boltan, kemur hann aftur tilbaka á bagga. Bergju Hansa og endar svo hér hjá Arnóri Braga. Arnór Yfir Hall var farin hér aftur. Tilbaka á Hansa. Hansi búinn að vera virkilega góður hér í dag í sinni gömlu stöðu. Eins og sagði hér áðan að leysa Rasmus Kristensen af sem í einsleiks banni. Og Hansi þekkir þessa stöðu algjörlega út og inn og hefur ekki verið neinum vandræðum hér í dag. Ara Beggi kemur þess að bara Gumma Kalla sem mættur hér í afturstu línu. Fjölnismenn eru ekkert að drífa sig. Fínt spil þarna hjá Fjölnismönnum, boltinn kemur fyrir en þar er Hreinn Ingi Örnólfsson fyrirliði Þróttar mættur til að skalla frá og Arnsen kom boltann þarna bara aftur inn í teiginn, baka. Ekki nógu góður hreinsun það hjá honum. Fjölnismenn þarna í einhverjum vandræðum. Hallvarður Björgvin boltann mættur hér einn á kantinum. Fær hann nokkuð first sending þó. Nær hann að komast? Nei, hann er ekki að komast fram með Guðmundi Friðrikssyni. Sem kemur þessum bolta fram en Hans Viktor mættur nær þessu. Ekki vandræðum þetta þó svo að Daði Bergsson sparki hér í hann. Fjölnismenn aðeins búin að róa þetta niður. Þróttarar búin að þétta sína varnarlínu. Verðist ekki ætla að fá fleiri mörk á sig. Það sem var markadólarni, hvað gerist hér þó missir Jón Gísli Styrman boltanum eins og nokkur sinnum áður í þessum leik. Finnst hann ekki búin að vera nógu sannfærandi. Hefði vel getað verið búin að skora 1-2 mörk hér í dag. En heppnin og hittin ekki búin að vera einfaldlega með honum allan hér í dag. Þá koma gestirnir. Hvað gerir Jesper? Hann með Hansa þarna mótið sér og Arnar Bergi kemur þessum bara í yngast. Ekkert að vera að bjóða hættunni heim. Þarna kemst Rafn Andri inn í þessa sendingu. Hendi sér á Nafna. Beggi skalla þennan bolta aftur fyrir endamörk og hótspyrna sem gestirnir fá. Sprettur Sindri Skeving af stað til að taka hana og þarna er Daði Bergsson mættur til þess að trufla Atla en Atli hausi harðan hann og vel það.
Þá kemur oddspyrnan og Atli kýlir þennan bolta frá enda manna stærstur í teiknum. Hallvarður Óskar fær hér boltann með Jón Gísla Ström og Albert Brynjar með sér frammi. Kemst hér framhjá Þróttari. Tæklingin þarna en ekkert dæmt, önnur tækling og innkast bara. Nei, línivörðurinn snýr þessu við og innkast sem Fjölnismenn fá. Snýri ákvörðun dómarans við. Þarna vildu Fjölnismenn fá eitthvað meira heldur en bara innkast. Þá er að sendingin yfir á Albert Brynjar Ingason og hvað gerir hann? Rangstæður, nei, boltinn farinn. Rangstæður, hvað? Albert, fínt tæki var þarna og boltinn bara aftur fyrir endamörk Fjölnismenn vilja fá hornspyrnu og fá hana. Og Guðmundur Ársæll tekur deildarleiðið á menn og segir bara róa sig. Lítið, já, getur svo sem lítið gerst í þessum leik og þá þurfum menn bara halda haus og klára bara leikinn, verð ekki með neitt bull. En hér kemur spyrnan fyrir markið og þetta er bara skallað út af Þróttara. Sjá, já, þetta bara að við komum þarna í Degi Austmann á leiðinni aftur fyrir markið en já, dómarinn virðist ekki hafa tekið eftir því en því nú ætti að kvarta yfir því svo sem. Þá er það Ström kemur, já, þessum bolta ekki fyrir strax að hana. Vinnur fiskar hot þarna bara, skýtur í Þróttara út af. Hún finnst það vera vanlegast í stöðunni og Jóhann Árni röltir í rólegheitunum í áttunum þessum bolta. Til að taka hornið og í það mynd koma Beggi og Hansi úr vörninni til að koma þessum bolta inn. Því er þetta hætt á 85-0. Alltaf gott að bæta við fleiri mörkum. Hér kemur spyrnan fyrir og Beggi skallar hann og Albert missir af honum og Gummikalli nær í boltanum með Daða Bergsson í sér kemur þessu fyrir og fer í Albert en ekkert verður úr þessu. Þarna missa gestinum bara af boltanum. Sigurbjörn Melberg kemur þessu í örugga höfn hjá Atla Gunnari í markinu. Sjötíu og tvær mínútur komnar á klukkuna. Farið að kóla aðeins úti. Það er allan hérna inn í blaðamannagámnum sem ég er staddur hér í. Það var fínt að henda frá ofnunum í gang en Arnar Bergi hér missi boltann frá sér út af innkast sem að gestirnir fá. Skammir dagsins fá Káramenn
fyrir að láta ekki sjá sig hér á leiknum í dag. Þannig að þið kárumenn eru að horfa á skyldumæting hjá okkur á næsta heimaleik, helst bara norðurleika en það ætla nú ekki að vera að dæma ykkur mæti ekki þangað en það mætið á Leiknisleikinum ekkert bull. Þú keflaði ykkur líka sem er síðustu leikun hjá strákunum hér í sumar. Tvöföld skipting hjá Þrótti. Út af fer leikmaður númer 9 og labbar beint inn í klefa alveg brjálaður Rafael Alexandre Romao Viktor. Nei, fyrir ekki, þetta var í þann. Leikmaður númer 8 afsakið. Aron Þórður Albertsson. Strunsaði þarna beint niður í klefa eftir að hafa verið skipt út af. En já, út af fór leikmaður númer 8 Aron Þórður Albertsson ásamt einnig númer 11 Jesper van der Heijden. En inn á þeirra stað komu leikmaður númer 5 Arian Ari Morína og númer 26 Bjarni Páll Linnet Runolfsson. Hann á þann heiður dagsins sem er að vera með lengsta nafnið. Spurning hvort að Rafael sem er lengur hann er ekki með 100% stafinn á hreinu en Þróttur að fá allavega einhvern titil hér í dag. Áfram Fjölnir lifir Þróttur heyrist hér í stúkunni. Afar lítið heyrst í stuðningsmönnum beggja liða hér í dag en hér er Hreinn Ingi mættur til að koma þessum bolta frá allan í bili þangað til að Fjölnismenn ná honum hér aftur hringir með Arnór Breki kemur þessu á Guðmund Karl og skýtur hann eitthvað hann skýtur þetta viðkomu í Þróttara og horn sem að Fjölnismenn fá. Önnur hornspyrna hér sem að Fjölnismenn fá. Hér kemur boltinn fyrir og þetta er mark! 6-0! Fjölnismenn eru að gulltryggja þennan sigur 6-0 burstrúst, hvað sem við viljum kalla það. Þetta er gjörsamlega að ganga frá Þrótturum hér. Glæsilegur leikur hér sem að Fjölnismenn núna eiga í dag og það var engin annar en leikmaður númer 16 Orri Þórhallsson með sitt annað mark í dag. Þá er svo sannarlega að vona að Fjölnismenn taki þennan sigur með sér norður
og verði bálvitlausir þegar þeir mæta Þrótti og vinna þann leik og væri gaman ef við myndum nú að tryggja ykkur sæti í inkasso hér í síðasta heimaleiknum þegar við mætum Leikni. En 12 mínútur eftir að leiknum hér. Orri, leikmaður fæddur 2001. En í öllum þessum hamagangi missti af skiptingu hér hjá Fjölni en út af fór leikmaður númer 4, markaskorarinn Sigurpáll Melberg Pálsson og inn á í hans stað kom Einar Örn Harðarson. Sem að kom á lán til Fjölnis í maí á þessu ári frá FH, samningsbundið þeim. Hann fær hér að spila í 11-12 mínútur. Þarna er Albert tæklaður niður og hér sparkar hann boltanum bara í burtu. Þetta er nú bara hreint gult spjald sem að hann ætti að fá og það gerir hann. Hér spjaldar Guðmundur Ásvald Guðmundsson Archie Nkunku. Verðskuldað gult spjald fer hér í Albert og lúðrar boltanum burtu. Það er allir menn að vita að það er stranglega bannað að negla boltanum. Þetta er langstærsti sigur Fjölnis í sumar. Munið einu sinni, 4-1 Þrótt, Þór fyrirgefið 4-0 hér heima. Unnum svo Magna 5-1. Nei, fyrirgefið, ég alveg bullin hérna, unnum Hauka 5-1 og Magna 3-1. Við búumst svo sjálfsögðu ekki við neinu öðru en að vinnum Þór bara 4-0 líka úti. Þannig kannski full bjartsýni að það eru hörkuleikur eflaust fyrir norðan. Nú, hann er bara, sunnudaginn í næstu viku. Ekkert landsleikjahlé í inkasso eins og er hjá stelpunum. Landsleikur hjá Íslandi á, stelpunum er einu landsleik á mánudaginn og strákarnir á laugardaginn 7. sept. Og svo er það Fjölnir strákarnir 8. sept. Þróttarar eru með boltann þessa stundina, ætla að reyna eitthvað klór í bakkann. Hér reyndi Sindri Skeving fyrirgjöf fyrir en Beggi komst inn í þetta og stoppaði þennan bolta. Skulum ekkert vera að leyfa þeim að skora. Þú var nú ósköp gaman fyrir Þróttarar að fá að setja eitt markinu í restina. Til þess að
Minnka sárið allavega, það er einhvern plástur á það, hluta til allavega. Þróttarar byrjar hér að streyma af vellinum og við lítið eftir af þeim í stúkunni. Fjölnismenn eru að undirbúa skiptingu. Þá koma Fjölnismenn en ekki nógu snöggir á þennan bolta. Fjölnismenn ætla ekkert að slaka á neitt hérna, ætla bara að sigla þessu, já, með hreint mark. Atli hef nú haft, já, nokkuð lítið að gera í þessum leik. Allavega mun oftar haft meira að gera. Þó að Þróttarar sé búin að eiga eitt, já, 2 færi kannski í leiknum. Ekkert þó hættulegt beint. Og svona, já, grunar að Fjölnismenn fari að róa þetta aðeins niður núna. Lítið eftir. Þá gera Fjölnismenn sína 3. og 7. skiptingu. Út af fer markaskorarinn númer 16, Orri Þórhallsson. Og inn á í hans stað kemur enginn annar en leikmaður númer 10, Viktor Andri Hafþórsson. Koma inn á sínum öðrum leik fyrir Fjölni í sumar. Leik nú reyndar einn leik í bikarnum. Hann var lánaður svo til Vestra, kominn aftur heim. Nú 2 mínútur rúmar eftir af leiknum hér í dag. Hér æðir Arnar Darri út úr markinu og reynir að læra að kýla boltann frá.
Jóhann Árni reynis að venna bara út af ekkert verið að taka henni óþjóðlega áhættur. Kemur Rafn, sendir þennan bolta yfir á Guðmund, en Arnar Bergi mætir og kemst inn í þessa sendingu og fá gestirnir innkast. Það er Rafael með 2 Fjölnismenn í sér og slök sending þarna, en hann sé hann virkilega stór og stæðilegur og nær að vinna þennan bolta. Og Þróttarar að halda boltanum. Og reyna hér skotið, en Beggi kemst inn í þetta. Ekkert sérstaklega fast skot og þá koma Fjölnismenn. Ára Albert kemur þessum bolta yfir á Viktor, en Reitningi klókur og snöggur og nær að renna sér inn í boltan og kemur þessum bolta út af. Fjölnismenn að fá hornspyrnu, eru nú búin að skora 2 mörk úr horni í dag. En nú er hins vegar enginn Orri Þórhallsson inn á vellinum til að stanga inn. Spurning hvort einhverjir aðrir ná að gera hér í dag. Venjuleg leiktími liðinn hér á ekstra vellinum. Mestalagi 3 mínútur uppbót, myndi ég segja. Það er fínt að fá eitt sér alveg í blá lokin. Og Albert sprettar til þessum, sendir boltan aftur fyrir og þar skallaði gestinni boltan frá. Hansi skýtur en yfir fer boltinn. Nú heldur betur að styttast í þessum leik hér í dag. Dómari kom flautan í munninn, bætir mínútu við og í það mynd flautar Guðmundur Ársæll leikinn af. Fjölnir 6, Þróttur 0. Virkilega flottur sigur hér hjá Fjölnismönnum í dag. Albert Brynjar Ingason kom Fjölni yfir strax á 70 mínútu. Var aftur á ferðinni á þeirri 13. Beggi kom Fjölnismönnum með 3-0 á 19. mínútu. Orri skoraði svo 4-0 úr horni eftir 25 mínútur. Sigurpáll Melberg, fínt skot fyrir utan teik eftir 47 mínútur. Orri Þórhallsson á 78 mínútu kom Fjölnismönnum í 6-0 og innsiglaði frábæran sigur hér í dag. Eins og kom inn á hér fyrir dag, næsti leikur Fjölnismanna er á Akureyri næstu helgi. Kíkjum á Þórsarana. Á meðan stelpurnar eiga leik á föstudaginn. Virkilega flottur leikur hér í dag. Sjálfsög ætla okkar menn að fagna hér eins og þeim einum með lagið. Virkilega flottur 6-0 sigur hjá strákunum okkar hér í dag. Við höfum einn heimaleik eftir. Hann er á móti Leikni. Laugardaginn 14. september klukkan 2 og leggi nú til hér með og nú að allir Gráarsbúar og Fjölnismenn taki daginn frá, allan daginn, mæti hér, minnst okkur klukktíma fyrir leika verði upphitun sem byrjar á slaginu klukkan 13. Ég boða veislu í Gráunum. Ég ætla nú bara
Ég ætla að lofa ykkur hér því í dag, svolítið er fyrir mig nú að standa við stóru orðin, þar sem ég er ekki inn á vellinum, en ég er sannfærður um það að strákanir blási í marka súpu. Við viljum komast upp í Pepsi Max 2020. Annars heiti ég Alexander Hugi. Þakka kærlega fyrir mig í kvöld. Eigið góða helgi og verið góðir hvort annað.